Ég vil byrja á því að þakka fyrir að fá að vera hérna með ykkur í dag og ég kem frá Vigniki Jónssoni og ætla aðeins að fá að fara yfir okkar mál. Ég vil byrja á því að bara segja ykkur og sem þið flest viti að það er mjög gott að búa á Akranesi og eins og Ingibjörg sagði áðan, þetta er fjölskylduvænt bær og hérna höfum við góða skóla og grunnskóla, leikskóla og framhaldsskóla. Við höfum gott sjúkrahús og frábært dvalarheimili og þetta þarf að halda vel utanum og efla enn frekar. En umræðuefni sem ég valdi mér að fara með hér í dag er umhverfið við Faxaflóa og það umræðuefni ætla ég að taka út frá okkar fyrirtæki. En við hjá Vigni, við erum með afurðir úr hrognum og síðan erum við með frystingu á grásleppu og makril og síld. Það er svona það sem við gerum helst. Fyrirtæki hefur í gegnum tíðina leitast við að vera leiðandi í sinni grein og hefur ýmiss konar þróun en verið snar þáttur í rekstri fyrirtækisins. Við sjáum sjálfum megin sölumál og í dag er flutt út til 15 þjóðlanda. Við sem sagt seljum enga vörur á Íslandi, við seljum allt út frá okkur. Meðalfjöldi starfsmanna fyrirtækisins eru 45 manns og eykst sá fjöldi á vertíðunum og þá fáum við inn til okkar hópa af skólakrökkum og fjölbrautaskólanum sem að starfa hjá okkur svona allt árið og þegar þess þarf. En þegar að fyrirtækinu var valið aðsetur á Akranesi þá þurfti að hugsa til ýmissa þátta í umhverfinu og hverju voru kostir og gallar. Og vil ég fara yfir þessa kosti og galla hér í dag. Það sem við höfum nálægðina við hráefnið og eins og Rolf kom áðan, við erum náttúrulega með hreint og gott hráefni á Íslandi. Og vil ég nefna að við höfum átt mikil og góð samskipti við sjómenn hér á svæðinu og unnið vel saman. Á Akranesi og á svæðinu er stabílt vinnuafl sem er náttúrulega mjög áreiðandi. Og í bæjarfélaginu er góð þjónusta, það eru mörg fyrirtæki á svæðinu og góð samvinna á milli fyrirtækja. Það eru samlegar áhrif við önnur fyrirtæki á svæðinu og eru þau meiri en menn grunar. Og felast þau í því að fyrirtæki þurfa sama stoðkerfi í grunninn til að dafna. Fyrirtæki á svæðinu samnýta þjónustu, til dæmis, og er meiri samlegar áhrif á milli fiskvinnslu á Akranesi og stóriðju á Grundartanga þó það blasi ekki við. Og sama þjónusta, stoðþjónusta þarf að vera til staðar fyrir báða aðila og þá förum við svo sem í það vantar eða þurfa að vera iðnaðarmenn, það þurfa að vera rafvirkjar og pípar og smiðir og málmiðnaðarmenn, það þurfa að vera fræðingar, tölvufræðingar og verkfræðingar og tæknifræðingar. Þetta þurfum við alltaf að hafa, hvort sem við erum í fiskvinnslu eða stóriðju. Og auk þess er á Akranesi mjög öflugt flutninganet og það megum við þakka vel fyrir. Það er veitt mjög góð og þörf þjónusta fyrir okkur fyrirtæki sem erum hérna í bænum. En einnig þarf náttúrulega að vera góð heilbrigðisþjónusta sem við höfum. Ekkert af þessu væri til staðar í jafnmiklu mæli ef ekki væri sameiginleg þörf fyrirtækjanna á þessari þjónustu. Þegar eitt fyrirtæki dafnar, veitir það öðrum fyrirtækjum stuðning. En svo höfum við að sjálfsögðu tengingu við höfuðborgina, það er stutt á milli og auðvitað nýtum við alltaf eitthvað þar, þó að ég veit það að fyrirtæki á Akranesi reyna að nýta fyrirtækin sem eru á svæðinu. En hvað vantar okkur? Það sem við þurfum að gera heiminn minni. Við erum á hjara veraldar, þó svo við teljum okkur vera nafla alheimsins. Að þá er það bara þannig, við erum bara eyja. Við keppum við fyrirtæki sem eru nær markanum en við og þeir geta afhent vörur með mun skemmri fyrirvara. Það er því mjög mikilvægt fyrir fyrirtæki sem er staðsett fyrir utan miðju að stytta þann tíma sem tekur að koma vöru frá fyrirtæki til kaupanda. Hver sólarhringur í afhendingartöf frá framleiðandi til kaupanda er meira virði en menn grunar. Grundartangasvæðið, þar ætti að vera síðasta viðkomu höfn skipaferða til Evrópu og Bandaríkjanna. Nú er ég að tala út frá okkur og þetta er okkar sýn.
Á Grundartangasvæðinu þyrfti að koma upp frysti- og kæligeymslum sem myndu þjónusta Norðvesturland og Vesturland. Útflutningur frá öllu Vesturlandi færi skip í þessari höfn. Þessi leið myndi stytta siglingatíman og þar af leiðandi bæta samkeppnishæfni og þjónustustig, en með öðrum orðum færa okkur nær markanum sem má segja sig nauðsynlegt okkar fyrirtækja Flóru. Í framhaldi af því mætti hugsa sér að þessi höfn yrði aðal inn- og útflutningshöfn landsins. Nú ég náttúrulega alveg með svaka stjörnur, sko. En þetta okkar sýn hjá Vigni og langar bara okkur og við erum þakklátt fyrir að fá að koma þeim að framfæra hér í dag. En að endingu vil ég hrósa ykkur fyrir frábært framtak að halda hennar fund hérna í dag. Takk fyrir.